Já, hér er ég kominn með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á að breyta kvótakerfinu. Það hefur tekið breytingum, við erum líka að breyta því svona smátt og smátt. Við erum núna að leggja fram frumvarp um veiðigjöld og gerum þá breytingar á því sem kallar gjald af ákveðnum tegundum sem hafa verið í því sem kallar aflamark. Þannig að það er að taka smátt og smátt einhverjum breytingum en við erum ekki að umbylta fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það erum við ekki að gera. Aflamarkskerfið eins og það er byggt upp er mjög vel lukkað og það hefur heppnast að vera að það er notað sem fyrirmynd mjög víða annar staðar í stjórnun fiskveiða. Finnst þér íslenskir bændur hafa verið duglegir að lána heiti Noregs eftir þurrkana í Noregi? Íslensku bændur hafa staðið sig afspyrnu vel við það verk eins og svo mörg önnur sem þeir hafa verið að sinna og Norðmenn hafa sömuleiðis líka hjálpað okkur Íslendingum þegar á hefur bjátað eins og til dæmis í eldgosinu þarna fyrir nokkrum árum úr Eyjafjallajökli, þá hjálpuðu þeir okkur og að sjálfsögðu hjálpuðu við Norðmönnum, Svíum, Dönum, Færeyingum, Finnum ef við mögulega getum á þessu sviði og mér finnst íslenski bændur hafa staðið sig mjög vel í þessu verki. Hver er uppáhalds fiskurinn? Uppáhalds fiskurinn minn, það er bleikja sem að syndir í norðlenskum ám. Það er hvorki skemmtilegra að veiða nokkurn annan fisk eða tala ekki um að borða en mann gæða og góða matfisk. Kristján Þór Júlíusson, fæddur 15. júlí 1957 á Dalvík, er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi, fyrrverandi menntamálaráðherra og fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri. Kristján Þór hefur setið á Alþingi frá vorinu 2007 og var annar varaformaður Sjálfstæðisflokksins 2012 til 2013. Kristján Þór var heilbrigðisráðherra á árunum 2013-2017, menntamálaráðherra 2017 og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra frá 2017. Hefur hrunið áhrif á landbúnað? Já, eins og allar aðrar atvinnugreinar og raunar allt þjóðlíf á Íslandi þá snerti hrunið alla Íslendinga með einhverjum hætti. En fiskvinnsluna? Já, það hafði það. Það var enginn á Íslandi sem slapp við einhver áhrif af hruninu og það kom sér mjög illa fyrir marga og tekur okkur ákveðin tíma að vinna okkur upp í gegnum það en í heildina tekið þá er þjóðfélagið búið að vinna sig upp í gegnum það áfall og við erum sem betur fyrir í öflugur keppni og höfum verið það núna í nokkur ár. Er fiskeldi mikið á dagskránni? Fiskeldi er mjög mikið á dagskránni. Frá því að ég kom hér inn í ráðuneyti fyrir rétt tæpu ári síðan og þá hef ég ekki tekið fleiri fundi um nokkurt annað mál heldur en fiskeldi. Mjög skipta skoðanir þetta mál, eðlilega, að takast á ólík sjónarmið. Þeirra sem að vilja með öllum ráðum standa vörð villta íslenska laxastofna og svo hinna sem að vilja ganga kannski hraðar Ég hef enga trú á öðru en að við náum að sætta þessi sjónarmið þó svo að það kunni að taka einhvern tíma. Fannst þér vont að kona sem bauð sig fram sem formaður sjómannafélagsins hafi verið rekin úr sjómannafélaginu við það? Það var voðalega sérstakt að horfa upp á það. Ég vísa því hins vegar algjörlega til þessara frjálsu félagasamtaka. Þau verða bara að setja sínar reglur og lög og starfa innan þeirra samþykkta sem að félögin setja sér. Þau verða að bera ábyrgð á eigin gjörðum. Já, en var þetta ekki brot á jafnréttislögum? Það kann að vera og þá verður það bara fengið upp í skorið. Viðkomandi manneskja sækir örugglega sinn rétt og sjómannafélagsforystan í þessu tilfelli verður þá bara að standa ábyrgð gerðar sinna. Er of mikið brottkast? Of mikið? Já, alveg örugglega. Ég held að það sé ennþá eitthvað til í því en
Það ekkert í líkingu við það þegar ég var til dæmis á sjó í Sandnessjó. Það hins vegar alveg öruggt mál að íslenski sjómenn og útgerðarmenn hafa stórbætt umgengnina fiskveiðiauðlindina og það ekki líkt í eins mikið brottkast í dag eins og það var bara fyrir tiltölulega fáum ár, sem betur fer. Brottkast ómannúðlegt? Ég veit ekki hvort við erum að segja það sé ómannúðlegt. Ef við erum að tala þar hvort að fiskur lifir eða ekki, að þá ef hann lifir eins og til dæmis hefur gerst í sumum tilfellum með lúðu, þá það bara gott mál, en það alltaf óhjákvæmilegt að það komi í veiðarfæri eða á veiðarfæri fiskar sem ætlunin hefur ekki verið að veiða og þá áliðið mál hvort að menn ætli sér að koma með þann afla á landi, sumir gera það meðan aðrir ekki gera það og kasta þeim afla fyrir borð. Hver frétt ársins? Frétt ársins? Það stórt spurt og snöggt þá, en nú ekki þá sækjur mig og slær mig alveg kaldan. Ég held að frétt ársins sé nú kannski að stórum hluta sú þegar ég hér inn í þessu ráðuneyti að við erum greinilega að byggja upp ákveðna fiskistofna, Íslendingar, samanber úthlutanir á aflahlutdeild, þá það besta mál. Svo á öðrum sviðum gengur okkur vel, til dæmis þegar við erum ekki að fá og finna loðnu og svo eigum við erfiðleikum í sauðfjárræktinni, vonandi sjáum við út í gegnum þetta. Þetta svona á þessu málefnasviði stærstu viðburðirnir og ég vona svo sannarlega að við getum unnið okkur út í gegnum þá erfiðleika sem við erum að glíma. Íslendingar hafa sýnt það í gegnum tíðina að þeir eru eljuðsum og dugleg þjóð. Ég hef enga trú á öðru en að það haldist aldur afi. Sérstaklega þegar maður sér svona kröftuga unga einstaklinga eins og ykkur, legg ykkur fram það að þá upplýsingar pólitíkina og það sem þar efst á baugi. Hvað er lókum? Ég bara ánægilegt og gott að fá ykkur í heimsókn. Ég hef gaman að sýna ykkur hér á eftir spjaldið með fiskunum sem að þrífast í Ísland og ég ætla að hlýða ykkur yfir og spyrja ykkur þar hvort þið þekkið þennan fisk og annan og það verður fróðlegt að sjá hvernig við gengur með það. Eru þið ekki klárir í það? Jú. Sjálfsögðu. Yfir í viðtalið við landbúnaðarráðherra. Vertu ekki of viss það. Að baka baki form í nokkrar bygglaða dollur og hlæði með dívanform. Hér ég baka. Hér erum við komin með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í ráðuneyti Íslands. Á að gera ný Hvalfjarðargöng. Já, það þarf að gera tvöfalda Hvalfjarðargöngin, það er svo mikil umferð, en það ekki alveg klárt hversu langt í það, hvort það 2, 3, 4, 5 ár, en það kemur í ljós, en það þarf að gera það. Af hverju var gjaldtöku hætt í göngin? Það mikilvægt þegar stjórnmálamenn lofa að þetta sé 20 ára verkefni sem að ljúki með því að gjaldtöku verði hætt og almenningur eignist göngin, að þá á maður að standa við það og það var það sem ég gerði. Voru gerð mistök við gerð Vaðlaheiðarganga? Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að það hefði kannski þurft meir undirbúning. Kannski hefði ekki sá undirbúningur komið í veg fyrir allt sem gerðist, en ég held að það hefði verið betra að undirbúa það betur. Á að gera Sundabraut? Já, ég held að það sé líka nauðsynlegt vegna þess að umferðin sem að fer núna í gegnum Ártúnsbrekkuna og Mosfellsbæ, að það þarf að dreifa henni betur. Það svo stór hverfi komin bæði í Grafarholt og Grafarvogi og svo allt Vesturland og Norðurland sem kannski að keyra í gegn, að það held ég nauðsynlegt að Sundabraut verði gerð til að bæta umferðarflæðið í Reykjavík. Hvað finnst þér borgarlína? Borgarlínan ágætis framkvæmd og nauðsynleg til þess að bæta almenningssamgöngur og við þurfum að hafa betri almenningssamgöngur, bæði fyrir bara fólkið á svæðinu, minnka umferðina, en líka til þess að ná svona loftslagsmarkmiðum okkar, þannig að það sé minni útblástur af vondum lofttegundum. Bíddu nú við, en var ekki flokkurinn á móti því í síðustu borgarstjórn? Hann var á
móti borgarlínu hugtakinu, hafði áhyggjur af því, en flokkurinn hins vegar á með auknum almenningssamgöngum, þannig að þetta má svo sem segja að þetta sé svona pólitískt deila hvað hlutirnir eiga að heita, en ekki hvernig þeir eru gerðir. Og ég held að sé allir sammála það að auka almenningssamgöngur. En hvort að borgarlína sé rétt að heitið, það getur mér svo bara rifist og mér alveg saman það. Á að setja Miklubraut í stokk? Það ein hugmynd, en það eru líka til stærri hugmyndir eins og til dæmis að gera kannski bara jarðgöng í Reykjavík og þá það auðveldar að koma umferðinni framhjá. Það svo mikið vesen að fara að búa til stokk þar sem öll umferðin fer í gegn. En þetta eitt af því sem á teikniborðinu sem hluti af því að bæta almenningssamgöngur og bæta umferðarflæði. Þannig að við skulum sjá til hvort að niðurstaðan verði stokkur sem kostar 20 milljarða eða nokkur göng sem að geta leyst kannski stærri mál inn í borginni. Það svolítið spennandi. Af hverju áttu saman að Sandgerði og Garð? Það vegna þess að sveitarfélög, það var reyndar þeirra eigin ósk, íbúarnir bara kusu það og vildu saminast til þess að verða öflugra sveitarfélag sem getur gert betur í þjónustunni fyrir íbúana og þess vegna völdu þeir að gera þetta og það eru svona ákveðnir jákvæðir hvatar í kerfinu hjá okkur sem að gera það verkum að við viljum fá stærri og öflugri sveitarfélag þannig að við getum veitt betri þjónustu og þess vegna var þetta gott skref. Hvað finnst þér nýja nafni Suðurnesjabær? Mér finnst það eiginlega bara ágætt hjá þeim. Þetta eru íbúarnir sjálfir sem velja sér þetta nafn og ég á núna fund í næstu viku með sveitarfélaginu og þeim sem að fjalla þetta og ég vona í kjölfarið getum við bara staðfest hvaða nafn verður á bænum, sveitarfélaginu. Eru fleiri sameiningar á næstunni? Það engar sem eru fyrirhugaðar núna en ég veit að nokkrum viðræðum eins og á Austurlandi þar sem nokkur sveitarfélög að tala sér saman af því að það eru mjög margir sammála það að það skiptir máli að sveitarfélögin séu stærri svo þau geti verið öflugri, veitt fleira fólki atvinnu og bætt þjónustuna við íbúana og ég vonast til að á næstu árum verði sameiningar meiri. Jóhannsson fæddur 20. apríl 1962. Hann samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Íslands og formaður Framsóknarflokksins. Hann leiðtogi Framsóknarmanna í Suðurkjördæmi. Hann var forsætisráðherra Íslands frá 2016 til 2017. Eitthvað að lokum? Já, það margt að lokum. Það frábært að búa á Íslandi, það frábært að sjá svona unga öfluga fréttafjölmiðlamenn mæta tilbúnir að takast á við það að spyrja okkur stjórnmálamenn erfiðra spurninga og ég bara vildi gjarnan vera jafn gamall og þið því að það held ég sé svo gaman að búa á Íslandi og öflugt fyrir ykkur. Thank you.